Íslendingurinn Gylfi Þór Einarsson hefur á undanfarin ár verið búsettur á Bretlandseyjum þar sem hann hefur starfað sem gluggaþvottamaður að nánar tiltekið hér í London. Hann hefur nýverið undirritað samning við dóttur stórleikarans Dudley Moore þar sem hann tekur að sér að þvo alla gluggana í sumarhúsi hennar á Suður Englandi. Við ákváðum að taka hús hjá Gylfa og spyrja hann nánar út í það hvernig þetta allt saman kom til. Það byrjaði svona á því að Andrew McHutchinson hafði samband við mig og sagði mér að Dudley vantaði einhvern til þess að þrífa hjá sér rúðurnar. Spurði mig hvort að ég gæti tekið þetta að mér og ég tók mér einn sólarhrings umhugsunarfrest. Það lagðist ekki vel í mig í fyrstu vegna þess að ég er vanur að vinna bara fyrir fólk sem ég þekki. En svo fór ég að hugsa þetta og þá komst ég að því að auðvitað þekki ég Dudley gegnum myndirnar sem hann hefur gert. Auðvitað er þetta rosaleg áskorun. Meina, þú veist, ég held að sé eitthvað yfir 20 rúður í þessu húsi og margar hverjar sem er erfitt að komast að. En ég veit líka að þetta á eftir að bara herða mig sem gluggaþvottamann og örugglega eftir að þroska mig þegar til lengri tíma er litið. No, I haven't heard from Julie in I don't know, a year. Yeah, well, I'm actually head over heels in this Dudley Moore project. Yes, it's actually occupying most of all my time. Yeah, but it's quite a challenge. It's 20 windows, I think. Yes, well, I will hear from you. You let me know if something comes up. And okay, yeah, let's say that. Yeah, bye bye. Nei, ég hef nú ekki hitt Dudley Moore sjálfan og heldur ekki dóttur hans. En ég býst við að hitta þau að verkinu loknu og þá munum við fara yfir þetta saman. En þetta er ekki fyrsta sinn sem fræga fólkið í London velur Gylfa. Já, það var fyrir nokkrum árum. Þá var ég að vinna sem pizzasendill. Það var áður en og þá var ég sendur í hús á stað sem að ég get nú ekki sagt frá, bundin þagnarskyldu. En þar kom til dyra maður sem að ég kannaði aldeilis rosalega við, en kom honum ekki fyrir mig, ekki strax. Og þá var þetta söngvarinn Limal í hljómsveitinni Katja Gugu og hann kom bara og kom mér svo rosalega á óvart hvað hann var einhvern veginn eðlilegur og vingjarnlegur við mig. Sagði bara thank you, eins og við vorum aldagamlir félagar bara. Svo nú heimurinn lítill maður. Með þessum orðum kveðjum við gluggaþvottamanninn Gylfa Þór Einarsson sem hefur verið að gera það gott meðal fræga fólksins hér í London.